Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann og þið finnum mig bæði á Facebook og Instagram undir því nafni. Ég klikkaði aðeins í síðasta þætti. Ég glemdi að tala um það að sá þáttur var númer 50. Það er nú svona pínu tímamót, er það ekki? 50 þættir á rúmum 2 árum. Já, það er eitthvað. Núna er 5. febrúar og ég er að prófa að taka upp og ætla að geyma þetta inn á YouTube-brásinni og ekki birta þetta fyrir eftir viku, næsta sunnudag. Þá er komin halvu mánuð frá seinasta þætti. Ég er svona að prófa þetta, vita hvort að þetta kemst til skila á réttum tíma og allt það. En ég er að fara í ferðalag og verðum núna í burtu 3 vikur. Ég er búin með peysu. Þessa peysu eftir GK dóttur. Hérna. Ég ánægð með hana. Það hafðist. Þetta er nú búið að taka svolítinn tíma í prjónaskapnum. En ég náði að klára og ég gerði eitt af því ég var með 2 tegundir af tölum sem ég var að spekulera hvora típuna ég ætti að nota og ég prófaði að setja svona könnun eða svona atkvæðabóksin á Instagram hvað fólki fyndist og það var bara 50-50. Það voru jafnmargir sem völdu þessar grænu eða þessar Og þannig að ég ákvað að setja þessar dökku. Ég var svolítið hrædd að þessar myndu kannski falla svolítið inn í græna hekleríið En svo þegar ég er búin að setja allar þessar tölur í, að þá er þetta pínu þungt. Þannig ég veit ekki alveg hvort að þetta sé að gera sig. Ég finn út úr því. Ég þarf bara að prófa að ganga í þessari peysu og sjá hvernig þetta kemur út. En þessar tölur, ég bjóða sjálf til. Þessar eru úr postulíni og þessar eru úr leir. Ég var á svona leirnámskeiði þegar ég var á Skals og ég ákvað að búa svolítið til af tölum. Ég er alltaf rosalega ánægð með þessa peysu og að hún skuli vera búin. Já, ég vil geta klárað svolítið svona hluti núna sem að ég byrjaði á fyrir lifandis síðan. Og eitt af því er þessi skyrta sem ég keypti í fyrra sumar. Og ég fór að segja ykkur að mér fannst hún, ég keypti hana eiginlega gaggjart til þess að ekki til þess, ég ætlaði náttúrulega að ganga í henni og allt það, en hugsun mín var að sauma út í hana. Og hér er ég búin að sauma svona línur og þetta er á á hægra framstykkinu og svo eru líka línur á bakinu. Svo er spurning, það getur vel verið ég saumi eitthvað meira út í þetta seinna. Ég var með svona hugmyndir að setja eitthvað aðeins í kragan eða eitthvað. En allavega, hún er tilbúin eins og hún er núna og það kannski bætist í. Já, ég gerði pröfu daginn. Ég var að spá í að nota búta sem ég held ég hafi sýnt ykkur seinast. Svona sem að ég hef saumað og var að spá í hvað ég ætti að gera úr þeim og ég ákvað að gera 2 konar pröfur í vatnstungu. Þannig að ég setti bara þunnt bómullavatn undir og er vélstunga og þarna er ég bara að sauma, hér sauma ég svona þvert á, svona sjá hvernig er þetta. Svo fer ég svona ská, fer ég svona hringinn í kring og svona alls konar. Allavega ég gerði svona mismunandi stungur og svo prófaði ég að sauma í höndunum
vatnsstinga í höndunum og þá líka að gera í mismunandi áttir, var ekki bara að fara yfir allt, heldur tók ég hvern ferning, eða hvern bita fyrir sig. Eins og hér þá saumaði ég svona upp og niður, hér fór ég svona til hliðana, hér fór ég svona ská, þannig að ég var svolítið að leika mér. Og ef þið sjáu það saman, að þá náttúrulega verður miklu meira líf í þessu, heldur, það liggur miklu flatara á þessu sem er vélsaumað. Þannig ég ákvað bara svona að gera pröfu og sjá og ákveða síðan bara þegar ég er búin að finna verkefni fyrir þessa búta mína, hvora aðferðinu ég ætla að gera. Já, ég er semst að fara í frí núna og verði svolítið hita, þannig að ég sá í einni bók þar sem var búið að búa til hulstur fyrir vatnsflösku. Og mér fannst þetta alveg brilljant, þar sem að ég þarf alltaf að drekka svo mikið í þessum hita, þá verður maður alltaf svo þyrstur, þannig að ég gerði svona hulstur, þannig að bara er vatnsbrúsinn minn í og þá get ég haft þetta yfir öxlina. Þá þarf ég ekki að halda á brúsanum, heldur er þetta bara svona og dinglar svona í hliðinni. Þetta fannst mér alveg frábær hugmynd þegar ég sá hana. Það ég ákvað að gera það. Og þetta efni sem er þetta er svolítið svona, þetta er svona eins og canvas efni, svolítið svona þétt og þykkt, eða heldur sér vel. Og ég litaði þetta í einhverju litunartörninu minni. Þannig að þetta var bútur sem ég átti svona litaðan og já, þannig að ég er tilbúin í að fara þramma í hita með vatnsbrúsum hangandi á hliðina á mér. Þegar ég fer svona í frí þá þarf ég alltaf að taka einhverja handhafanir með mér. Ég er að fara í svolítið langt flug og þá er voðalega gott að hafa eitthvað svona til þess að vinna í höndunum. Þannig að ég fann til bómullargarn úr svörtunni greni sem ég á og ætla að prjóna bara svona litla tuskur. Ég vil ekki vera að gera einhverja stóra hluti, ekki þannig að þetta þurfa að vera í fanginu á mér eða ef ég er að gera þetta úti við að þetta sé þá heitt. Þið skiljið hvað ég meina. Að þetta sé bara svona lítil og pen stykki sem ég er að gera. Ég er með nokkra dokkur á bómullargarni, prjóna og hekla og eitthvað slíks. Svo ætla ég að sauma út. Ég hef sýnt ykkur þennan áður. Ég er sem sagt búin að fylla hérna upp í með svona kassamönstri og á eftir að fylla hérna. Þannig ég ætla að taka þetta með mér. Af því að það þarf ekkert að vera að hugsa eitthvað voða mikið þetta. Þetta er þetta bara köflur. Þannig að það er hægt að gera þetta. Ég ætla að taka með mér jólagjöfina sem ég fekk núna. Herðubreið frá saumakassanum, ef við munið eftir Og sjáum bara hversu mikið ég sauma út í þessu. Kemur bara í ljós, en þetta er sem sagt svona, alls konar litir, fallegt. Ég sá þetta hjá henni þegar hún kom í viðtal til mín núna fyrir jól og viðtalið það er í þætti 49 og þá vorum við náttúrulega að tala þessar útsaumspakningar sem hún er með og hún fór að tala að í strammann eða í efni sem að saumaður út í að þá væri hægt að setja málningateip eða skáband og ég fann þetta fína skáband hjá mér. Þetta er eitthvað mjög gamalt sem einhver hefur gefið mér, svona röndað skáband, þannig ég er búin að sauma skáband utanum. Þannig að nú er þetta bara tilbúið til þess að fara að sauma út í. Sjáum bara til hversu mikið ég sauma. Ég hef þá allavega nóg að gera. Það má ekki bara klárast allt og einhverju dagar eftir í ferðalagi. Já, svo í mars þá ætla ég að vera svolítið dugleg að taka viðtöl.
Ég hérna í samfellu við nokkra sem að að spá í að koma til mín í viðtal og þannig að núna svona framöndu vorið að þá fáið að sjá viðtöl sem ég tek við fólk sem að gera alls konar hluti. Ef þið munið eftir því, ég held ég hafi talað það í seinasta þætti, að þá ég búin að vera að gera svona alls konar verkefnatörur. Og ég var að segja að ég tók mig til og var að sauma og sagðist svo sem ekkert vita hvað ég ætla að gera við þetta, gefa þetta eða selja þetta eða eitthvað. Og svo kom daginn auglýsing, þannig að frá hvað heitir þetta? Garnfestival sem verður í Hafnarfirði 5. mars á sunnudegi, bara þennan eina dag. Ég segi ykkur nánar frá því í næsta þætti, en hér allavega mynd af auglýsingunni sem að kom fyrir það sem ég ætla að hafa til sölu. En ég tala betur þetta í næsta þætti. Þá verð ég svona með meira upplýsingar og get þá kannski líka sýnt ykkur meira af því sem að ég verð með til sölu. Ég svolítið spennt að sjá. Það fullt af flottu fólki sem að koma þarna og selja sína vöru. Ég ætla bara að hafa þetta stuttan þátt núna. Við sjáumst í næsta þætti. Takk fyrir að horfa.